Ari Teitsson, gjör svo vel. Formaður, ágætu ráðsmenn og aðrir sem málum þeirra. Fyrst aðeins umræða fjölda þingmanna og við auðvitað höfum rætt þetta eins og annað og vera lengi, allavega lengi og leitað aðeins álits og niðurstaðan hefur verið svo að það sé mjög æskilegt að binda í stjórnarskrá fjölda þingmanna. Það sé eitthvað sem að sé ekki gott að vera með í lögum. Við ræddum þetta meðal annars út á möguleika á að vera með hugsanlegar kynjauppbætur eins og var stjórnlagaþingkosningunni og niðurstaðan var svo að það væri ekki góð leið, þannig að við ákváðum nú að hafa fjöldan bundin áfram og þið sjáum að við höfum ekki treyft við því sem að var. Síðan aðeins langar mig til þess að velta vöngum yfir því sem Katrín nefndi hérna hvort það væri raun og vera einhver munur á kynjakvóta og landshlutakvóta og í mínum huga hann sá að við erum í raun og veru að bjóða fram í kjördæmum og við erum allavega með opna heimild á að þingmenn séu bundnir kjördæmum en ekkert slíkt ákvæði að við séum að bjóða fram á kynjum eða einhverjum öðrum grunni, þannig að ég lít svo á að ennþá séum við þrátt fyrir allt með kjördæmin sem grunn að kosningakerfinu okkar og þá eðlilegt að það sé þar binding. Ég reyndar þeirra skoðunar og hef svo nefnt það hér áður, ég tel að þessi 250 séu á lágtala. Við höfum nú verið að leita álits sérfræðinga á því sem við erum að gera og það er mjög nauðsynleg þróun og eitthvað sem við hljótum að eyða mikilli vinnu í á næstu viku. Það er að fá utanaðkomandi álit á því sem við erum að gera. Við erum ekki óskeikul og betur sjá augan auga. Og eitt af því sem hefur komið fram í álitsgerð hjá okkur, það var hjá henni Ragnhildi Helgadóttur sem var einmitt hjá okkur í morgun, það er að hún svona veltir vöngum yfir því hvort við þurfum að skoða betur, hvort að við fáum mikið landsbyggðar að halla með þessari skipan sem við erum með núna. Og við höfum nú þegar sett þessar hugmyndir okkar kosningakerfi til skoðunar hjá utanaðkomandi aðilum. Þannig að ég held að við þurfum að svona vera opin fyrir því að hlusta á gagnrýni bæði hér innan úr ráðinu og líka hjá þeim sem við treystum best utan ráðsins og í því ljósi kunna að breytast bæði það sem hér liggur frammi og þetta margt annað. Síðan langar mig aðeins að svona velta vöngum yfir því sem að Ómar segir það að það eigi fleiri vestfirðingar heima í Reykjavík heldur en á Vestfjörðum og þess vegna sé mjög líklegt að vestfirðingar njóti brautargengis á Alþingi. Og þetta er sjálfsagt nokkuð til í þessu eins og er. En það er þó staðreynd að við erum að setja stjórnarskrá sem við ætlum að endast lengi, hvort að hún endist í 20 ára eða 50 ára skal ég nú ekkert segja En við sjáum fyrir okkur að unga fólki sem er að vaxa á grasi í dag, það er að vaxa upp langmestu leyti hér á Suðvesturhorninu. Það er bara eðli málsins samkvæmt, 70% þjóðarinnar eru þar. Og ég hef svolítið áhyggjur af því að þetta unga fólk sem þar er að vaxa upp, það hefur ekki mjög mikinn skilning og þekkingu á landsbyggðinni. Maður sér þetta til dæmis í geturlandskeppnum þar sem að dregnir eru fram með hæfustu einstaklingar í skólum landsins. Þær hafa ótrúlega litla þekkingu á landafræði og ég óttast að margt af því menntafólki sem nú er að koma til starfa svona á 30-aldrinum, það hafi í raun og veru hvorki nokkur að yfirsýn yfir landafræði Íslands né heldur grunnatvinnuvegina. Og þess vegna skelfir það mig ef þetta fólk verður innan ekki langs tíma upp í staðan í ráðamönnum þjóðarinnar og engin landshlutabinding í því. Þess vegna held ég að það sé okkur fasthælt að vera með kjördæmin áfram og einhverja tryggingu á að í raun og veru landsbyggðin fái einhverju ráðum minnskotum sín mál og jafnvel fleiri.
búin. Gísli Tryggvason, þú ert næstur á mælendaskrá.